Annars held ég að Þorgrímur Smári Ólafsson, leikmaður Fram og listeildar snappari dagsins sé klár við síman. Við vorum búin að mæla okkur mót í smá símaviðtal núna klukkan 1. Þannig að ég ætla bara að hringja í hann og athuga hvort að hann sé ekki klár við síman og tilbúin til þess að taka smá spjall svona fyrst og fremst leik kvöldsins og þetta Snapchat ævintýri allt saman. Já, halló. Já, Þorgrímur Smári. Það er hann. Sæll, Þorsteinn Haukur hérna, þú ert í beinni. Já, sæll og blessaður. Hvernig hitti ég þig? Já, fínt bara. Ég leita með stæði hérna. Ég er endur ekki með handfrjálsan búna, en ég er bara að keyra 10 km hraði hérna klukkustund, þannig að ég ekki fara langt. Það er smá bad boy attitude í þessu að brjóta reglurnar og tala í síman undir stýri. Já, ég er svona illa við það, sko. Ég er ekki mikið fyrir svona laga, sko. Nei, það svolítið ekki. En ég segi svona, já. Ég kom að stæðina, það er fínt. Áður en við förum að ræða kannski leiki kvöldsins í handboltanum eða leik ykkar í kvöld. Þú ert á Snapchat-vaktinni í dag og þú ert svona, virðist þér að taka lífstílsbloggarinn á þetta, fer bara og redda fríu dóti eða hvað? Ég vil meina að Snorri Bjössi eitthvað sem var 2015, sko. Ég er að henda þessu upp í byssuna 2016. Mér líst vel að. Nei, ég segi það. Já, ég er að nýta mjög tækifærin. Ég veit að einn dagur í fræði hérna og fram og ég þarf að fá okkur hluti frítt og svona, er það ekki? Já, maður geta að nýta til svona laga. Jú, maður gera. Hvað fékkstu hjá Adidas? Ég fekk geðveikt flotta rauða Stan Smith skó og hérna jakka, peysujakka sem ég er í núna. Silja Úlfars græða kallinn bara. Það er bara að hljóma vel og svo er ég að fara frítt út að borða líka núna. Jæja, það er að gera. Lobster stöff niður í bæ. Nýr matlustæður í Verbúð 11. Við erum við sjóin. Þetta er hérna glæsilegur staður. Og þú pluggar þessu öllu saman á Snapchatinu í staðinn? Já. Nei, ég er ekki að bóða í gær. Jæja. Að gera að skella sér út að borða. Hvað eru menn svona almennt að fá sér í hádegismat og leikti? Það er bara oftast ferjinu og gló eða hanan eða eitthvað álega, en ég finnst ekkert að því að fá mér bara orkuríka humasúpu eða eitthvað fisk eða eitthvað álega, þannig að ég ætla bara að halda mig bara við eitthvað svona hotlustu og létt leikandi mat, sko. Eru allir svona healthy í liðinu? Er einhverjir að detta í einhvern skyndibita eða viðbjóð og leikti? Ég vil ekki vera nefna einhver nöfn núna, sko, en Nei, við erum allir hérna, held ég að við höldum allir og hugsum að borða hollt og rétt á leikdegi, þannig að það er gífurlega mikilvægt mataræði, það er stór partur af árangri og að ná langt, þannig að það er ekki að hugsa þetta. Aðeins að leiknum í kvöld, þið getið farið svona langt með að setja seinasta naglan í líkistu Víkinga. Það sé kannski leiðilegt að væna ykkur að vera liðið sem fellilið, en þið ætlu ykkur vantarlega ekkert annað en sigur í þessum leik. Jú, þetta er búið að vera helviti döft hjá okkur upp á síkasti. Ég held að við séum að vinna 2 leiki af senstu 7-8 og við þurfum bara sigur líka bara upp á andlu hliðinu okkur og komast aftur á skrif og ég held að það sé ekkert annað í þeirri fyrstu og hjá okkur að koma til bandbrjála til leiks og klára Víkinga. Þeir eru ekki búin að vinna núna einhverja 4 leiki í röð. Eftir náttúrulega frekar gott gengi það sem þið voru í 3. sæti deildarinnar, kanntu einhverja skýringar á þessu, hvað að kalla, svona þessari lagð sem þið verið eftir í? Já, nei, ekkert endilega kannski, bara ég segi það, maður geta alltaf búið til því þegar gengur vel að einhver tímann kemur að því að ganga illa og nú er það sá partí hjá okkur, það er gott að taka partí núna, heldur það að taka kannski í úrslitakeppninni, auðvitað langaði okkur áfram í bikar, en Stjarnan var bara líka með fínt lið og svona, en ég segi, þá bara gott að taka partí núna og mæta kók og eldmóð í play-offsið. En staðan er þannig núna að þeir eru með 21 stig líkt og 3 önnur lið. Hlýtur að vera mikilvægt líka fyrir ykkur að fara að safna stigum svona í ljósi þess að enda í topp 4 og eiga þá heimaleikja réttin vísan í úrslitakeppninni? Jú, svo sem skilur við gott að eiga þannig heimaleikja rétt, en ég held að þessi 8 lið þarna eru eiginlega jafn sterka, skilur við, þetta er rosalega pakki og það geta allir unna alla, en jú, þetta skiptir heima völlurinn einhverju máli, en kannski ekki öllu máli. Nei.
Á saman tími í fyrra voru Framarar í bullandi fallbaráttu í deildinni en svona þó þið hafi ekki verið að kannski sýna eitthvað rétt andliti undanförnum leikjum í töluvert betri stöðun á saman tími í fyrra, það ekki bara innkoma þín í þetta liði sem er þessi game changer? Nei, ég meina strákurinn eru líka árinu eldri flestir og og meiðsli, það er ekki meiðsli hjá mannskapnum og það tekur líka bara sitt skilur og Gullin það er bara að standa sig vel og Halli með þjálfurina, það er núna í vetur en auðvitað kannski, mér er búið að ganga vel í vetur og ég segi, fullur sjálfströsti og svona, þannig að auðvitað hjálpa það kannski líka. Já. Og menn er ekkert farnir að hengja haus þrátt fyrir erfitt gengi undanfari? Nei, ég segi, ég hef oft verið í þessari stöðu og ég held að eitt þarf að vera með á hreinu þegar það gengur illa og þú tapar mörgum leikjum í röðu er að vera jákvæður og hafa hressleika í liðinu og fleira, þannig að það er bara hlutur sem þarf að vera uppi og hann er þar, ekki á okkur. Já, það virðist nú aldeilis vera hressleiki í framliðinu, svona samanber myndband sem þið gerðið við lag með Pál Óskari fyrir á þessu tímabili, það virðist alltaf stutt í svona eins og segir hressleikan. Já, algjörlega, því líka svona bara, eins og segi, það er eitt að vera á miðri æfingu og hugsa bara handbolta og svo er annað að vera inn í klefanum og ræða saman og það sem við gerum fyrir utan klefan er alltaf bara líka gríðarlega mikill partur af því að vera í liði og er bara alltaf frábært og fá réttindið auðvitað líka en að fá að vera í liði og gera svo hluti, sko. Já, nákvæmlega, Þorgrímur, rétt í lokin, hvað ætlar að bjóða upp á ólíðisdeilda Snapchatinu meira fram að leik? Herðu, ég ætla að fara núna bara á loftrend stöf í einhvern humor og einhvern fiskfelgi og síðan held ég bara kannski einhverjar spurningar að mig eða fólk vil henda á mig og svo ætla ég að bjóða reynda einhverjum 5 til 10 manns á leikinni í kvöld. Núna að gera. Verðum maður bara rólum fram að leik, maður vill ekki vera ofæstur og með of mikið ef maður þarf að nýta orkunni í leikin og maður vill ekki fíblast of mikið, það er þunn lína þar á milli, sko. Já, nákvæmlega, og svo vill maður náttúrulega fá eitthvað gott snapp ef þið vinnið í kvöld? Jú, ég lofaði því að það kemur smá veisla í kvöld ef það gengur vel í kvöld. Akkurat, Þorgrímur Smári, ég þakka kærlega fyrir spjallið, átti eitthvað svona óskalag sem þú vilt að ég spili fyrir því svona rétt í lokin? Já, hörðu, ég er kannski bara sem Lárus Helgi markmaður og bróðir minn í Grótti er mikill Eurovision aðdáandi og elskar Loreen með Euphoria, þá var ég bara endilega til að fá að heyra það hjá þér. Herru, ég ætla að skella Euphoria fyrir Eurolala vinn minn, það er ekki spurning. Herru, ég þakka bara fyrir spjallu, við sjáumst bara á vellinum í kvöld. Takk sömuleiðis, segjum það, bæjó. Bæjó.